Þá er komið að októberlesum fyrir Bowman. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sem eigið. Svo byrja því að kanna hvaða Bowman ég er að tala við. Það sem er komandi hjá þessum Bowmani, uppákomur, viðburðir, áskoranir, áranir. Og leiðsögn fyrir Bowman. Og mögulega útkomi. Kæri Bowmaður, það sem er koma hérna fyrst er að þú ert búin að eyða miklum tíma, verja miklum tíma og orku síðustu misseri í að sækja þér einhvers konar þekkingu og reynslu, jafnvel menntun og jafnvel að þetta sé einhver þekking á svona andlega sviðinu, hvort sem að dulspekja ég þarf við það ekki, en mér finnst þú hafa varið miklum tíma í það að sækja þér þekkingu, að styrkja huga þinn og anda. Og í dag þá er mikil ástríða hjá þér, það er svona eins og sé búið að kveikja svolítið undir þér og sérstaklega í þessu samhengi með þekkinguna þína, að gera eitthvað með hana, að nýta hana, að fara með hana lengra, fara með hana áfram, jafnvel læra eitthvað meira eða vinna við það. Það sem er framundan hjá þér núna er að þér stendur til boða að bæði þróa og efla þessa þekkingu áfram. Það er tilboð til þess að þú lærir meira og miðjar þig meira. Þessi þekking fer mikið inn á kjarnann þinn. Og fyrir mörg ykkar er þetta þekking á andlega sviðinu. En hins vegar það sem er breytt núna er að núna er boðið fyrir þig að þróa þessa þekkingu áfram í samstarfi með öðrum. Sem eru þá á sama stað og þú eða í það minnsta svipum og vilja þróa sína þekkingu líka með þér. Þannig að það er svona það sem er svolítið ólíkt núna frá því sem að var. Mér fannst þú vera að þróa þig áfram og svo eitt í því hér áður. Núna stendur til boða að halda áfram í samstarfi með öðrum. Og þetta það eru ekki ára svo góðum stað í svo miklu jafnvægi og sterkri tengingu við sjálft þig. Þannig að það er nú alveg dásalegt. Þannig að þetta gott verður betra, það er svolítið það sem ég finnst þér að sjá hérna. Og leiðsögnin þín er að treysta innsæinu þínu sérstaklega þegar kemur að öðru fólki og samböndum. Hlusta inn á við sérstaklega þegar fólk er að nálgast þig varðandi svona náin sambönd, ástarsambönd. En gefðu þér samt færi og ekki útiloka þau, leyf þér að opna fyrir slíkar tengingar. En vertu samt bara vökvælt, hlustaðu sterkt á innsæið, ef það er eitthvað sem þú sér það er ekki, passar ekki, ef hljóð og mynd fara ekki saman, hlustaðu þá innsæið. Vertu með skýrt á þig hvað þú vilt, hverjar vonar, væntingar og ætlanir eru, sérstaklega þegar kemur rómantísku samböndum. En líka bara í öllu samstarfi. En mér finnst eins og að það sé einstaklingur að koma inn í líf þitt sem að er að fara að vera með þér í þessari áframhaldandi þróun, hvort sem það er sem vinur eða kollegi eða ástvinur, það er að segja, rómantískur félagi. En það er mjög öflug tengigjarna og það er svona sálutengigjarna sem er mjög dýrmætt. En þá er aftur, það er rosalega mikilvægt fyrir þig að vera mjög skýrt í
í vonum og væntingum og hafa allt bara upp á yfirborðinu. Þetta bara rétt að byrja hjá þér. Þetta allt saman bara rétt að byrja, bæði hvað varðar þessa þekkingu sem þú hefur verið að sækja þér og þjálfa og þróa með þér, starfið sem þú ert að hugsa að þroska með og eins líka samstarf með þessum einstaklingi sem kemur inn í lífið. Þetta allt bara rétt að byrja, en þarna eru ég held þú áttir ekki alveg á því, en það sem þú ert búið að vera að gera hérna núna síðustu misseri að þú ert búin að vera undirbúa og gera grunn fyrir svona ákveðin grunn element í áframhaldandi lífinu. Þannig að þú ert búið að vera að plæja akurinn, má segja, og núna það að sá. Þetta eru grunnstoðanir lífinu sem þú ert búin að vera að undirbúa þig fyrir. Þá aðeins betri innsýn fyrir. Eins og ég sagði, þá ertu búið að vera svolítið mikið eitt við það að þróa og þroska þessa þekkingu sem þú hefur að vinna með. Og það hefur alls ekki alltaf verið auðvelt og oft á tíðum hefur verið mjög erfitt að þú hefur einhvern veginn alltaf samt haldið áfram og ekki látið bilast. Og svo þetta sálufélagatenging sem að koma hérna inn. Þetta samstarf eða samvinna með öðrum, hvort sem það kollegi, vinátta, fjölskyldumeðlum eða ástvinur, eða rómantískur partner, þá þarna mjög öflug sálutenging að stíga. Og það verið að bjóða þér að hleypa henni að. Og þetta mjög öflugt tilboð sem verið að koma með til þín, varðandi þessa manneskju, varðandi þessa tengingu. Og það verður mjög mikil gleði í framhaldinu ef þú hleypir þessu að, gefur færi á þér inn í þetta, þegar það hér mikill fögnuður. En þá ætla ég að lokum að draga eitt spil hérna úr Greenwich orgulstokki á stutt skilaboð í lokin. Það laukurinn sem stendur fyrir verndinni og líka þetta við erum lagkenndar manneskjur, við lag fyrir lag, við verjum okkur lag fyrir lag. En það svo mikilvægt í þessu að þú stærsta verndin þín í raun svo að þú berir ábyrgð á sjálfu þér og eflir þitt eigið líf eins og hefur verið að gera, en það líka alltaf þín ábyrgð. Allt sem þú ert búin að læra þín ábyrgð. En þú svo sannarlega á réttri leið, þú ert á réttri braut. Það vernd með þér. Og það verið að biðja að halda áfram og ekki gefast upp. Trúðu á sjálf þig og hlustaðu á innri röddina þína. Þinn sannleikur, þín innri sannfæring það sem hvað mikilvægast akkurat núna. Hugsaðu hvað þú gerir og hugsaðu það sem tilheyrir þér, hugaðu því sem tilheyrir þér og þinni vegferð, ekki taka á þig annarra ábyrgð eða annarra þyngsli. Þannig að hlustaðu á innsæið, vertu vakandi fyrir öllu. Mundu að það vernd með þér, þú ert verndað og þú ert búið að læra ótrúlega margt
Þannig að þú getur treyst sjálfu þér. Þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin ræti sönnuð rétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.